Jæja Sigþór, nú fyrir við austur á land. Já, við erum búin að vera svolítið fyrir norðan núna undanfarnar vikur en í september í fyrra þá fengum við boðum að taka þátt í klakveiðin í Selá í Vopnafirði. Já. Og kynna okkur svona ræktunarstarfið þar og við skelltum okkur austur. Já, við vorum svolítið bara límdið við Denna og Stebba, ferðast með þeim bara þess og krus út allt hana. Þeir eru þarna í fullu starfi allan ársins hring að sjáum hrognargröft og seiðamælingar og ég veit ekki hvað þeir eru að merkja og fylgjast með fiskum alla veturinn og alls konar verkefni þannig í gangi hjá Six River Project sem að vert að fylgjast með og gefa gaum. Já, þetta eru mikla pælingar með þess og veiða bara yfirborðinu. Já, svo allt það. Þetta er bara, já, þetta er eiginlega alls svolítið ný nálgun á laxveiði á Íslandi sem að svona sérstætt eignarhald þarna býður upp á. Já, og við tókum upp þátt með strákunum og fórum með bara yfir þetta helsta hvað er að gera þarna. Nákvæmlega. Og á svona áður við demum okkur í það og kannski verðt að komin á styrktaraðalinn okkar góðu. Eirberg, það er að sjálfsögðu túftið og það var þarna með í för eins og alltaf hvert sem við förum. Það er best undir vöðlurnar og náttúrulega þegar að fer að vera kalt á kvöldin þá er forhúðapeysan betur en engin. Já. Og svo er það náttúrulega félagar okkar í veiðifélaginu. Já, ná greifst þær nú loftið, Doddi og Gunni. Það er alltaf gott að kíkja til þeirra og nú er vorið að koma og vörurnar svona byrjar að tekka inn. Ég var að koma frá Argentínu, var að prófa nýjar vöðlur sem er að fara að selja. Já, lokk. Þetta lukkið vöðlunum, þetta er alltaf að verða betra og betra að sjá þetta. Dökkar og flottar. Þetta er alveg endurhugsun á vöðlunum. Þetta er fyrsta nýja, svona virkilega nýja í vöðlum bara síðan á endurvöðluna komu og við munum kynna þetta nánar svona þegar nærtur við voru. En þetta lofar virkilega góðu. Eða sko, það er skotelt efni í því. Það er keflar nýja niður. Þannig að endilega kíkja við á strákarna að fá upplýsingar um lokkvöðlurnar og svo bara allt sem ykkur vantar eða hugurinn kæri sig um. En Denni og Stebbi, njótið. Herru, Denni, Stebbi, velkonir í Hylinn. Takk fyrir það. Takk. Við sitjum hérna í veiðihúsinu í Selá, veiðitímabilið búið. Hvernig komið undan sumri? Stefán? Bara ágætlega. Búið að vera áhugavert og skemmtilegt sumar. Veðrið er náttúrulega mjög óvanlegt. Já, bara hlýtt. Endalaust, bara ótrúlega skrítið sumar veðurlega. Já, það er náttúrulega búið að vera hitabylgja á þessu hotniðinni. Þið hefur ekki farið varhluta því. Nei, þetta er það er búið að vera stöðugir hitar frá því endan á júní. Það var kalt vor, fengum enga leysingar. Og svo byrjar þetta bara í endan á júní og í kringum 20 stigin og yfir 20 stigin meira og minna allt sísonið. Ákveðin kostur við að hafa kalt vor, við héldum vatni í ánni langt fram eftir sumri og ég held að það hafi nú kannski bjargað sumrinu. Því ef við hefum ekki haft það þá hefði áin orðið svolítið fúl frekar snemma. Hvað gerist í svona á eins og Selá sem er náttúrulega vatnsmikil á, tiltölulega köld með við svona þessar, hvað maður að segja, laxveiðar sem við þekkjum á Vesturlandi. Maður horfir einn út því segja að sé ekkert vatn. Þú veist, fyrir eitthvað svona sem var laxveiðar mitt á Vesturlandi, þá veist mér bara hellingsvatn. Þú veist, hvernig útskýrist hiti og vatnsleysi í svona á? Það er í raun og veru, það skiptir í raun og veru engu máli. Það geta allar átnar orðið fúlar. Já, vatnið dautt og súrefnislaust. Vatnið verður dautt og þó svo þær séu, þú veist, hvort sem það er í rúmmetur og fara ofan í rúmmetur eða ár sem fara úr 20 rúmmetrum hægt og rólega niður í 7-8 rúmmetra að þær verða fúlar og það er enga breytingar og það er smá sem að bara leggst af fiskurinn og með hitan og niða, ég meina Seláin fór í 19 gráður
sem er bara eins og það gerist mest á Vesturlandi líka. Já, og það er bara mikið og hann bara hreyfir sig í því og þá held ég að skipta engum máli hvað á það er sko. Það er áhugavert samt að sjá breytingun á göngumeistrinu hjá Laxinum. Já, hvað hefur séð? Hvernig? Það bara gengur mikið hraðar og straujar rauninni bara í gegnum ána, einu gói, tekum inna og við erum að sjá mikið fleiri fiska í efrihlutanum og fyrir ofan Efrifoss. Þessi frægu staðir hérna við Veiðihúsið þeir tóku sitt en þessir millistaðir í neðri partinu máni voru löngu stundum tómir fyrir vikið. Fossin hérna og þessi neðri staðir hérna í ánni fyrir neðan Foss, fyrir neðan Sundlaugasvæðið, hann rendi sér bara í gegnum það og hann valla stoppaði mér í Fossanum. Það er magna. Og hérna þannig að það er nýtt fyrir okkur. Eins og ég segi 7-12 gráður svona venjulegt sumar hérna, þá er göngumynstri á honum. Maður kann á hann þannig þegar hittast í þessu svoleiðis þá kann maður á því hvað segja við þig, við vitum hvernig hann hegðar sér. Já, hvað er þessi flöskuhálsar í göngunni? Já, þannig að ég er búin að vera þetta núna í 20 ár og mér fannst eins og ég var að kynnast áni upp á nýtt. Það er bara alveg svolítið. Það er eiginlega þannig að öll reynslan sem maður var með, hún eiginlega bara fór undir gluggann í sumar. Þannig að þetta búið að vera rosalega krefjandi að vinna þetta við þessar aðstæður. Fiskurinn á öðrum stöðum og... Já, og svo þú hefur getað fyllt göngunum því að það er að haga sér á ákveðin hátt, þannig að þú hefur vitað hvert næsta stopp skiluru og svo framvis raðan á göngunni. Þannig að þú getur gengið að því vísu ef þú vissir af göngu sem var að koma í neðri partinn, þannig að haga sér á ákveðin hátt og gekk síðan upp yfir og maður gæti svona nokkurn veginn eldgöngunar og vissi sirka hvar þær myndu stoppa. En í ár var þetta bara allt öðru sig. Svo líka, það voru eiginlega aldrei veðrabreyting. Það var alltaf eins, bara hiti, sól. Það varð áinn rosalega fúl snemma og svona takkan datt niður og gerðist allt miklu fyrr heldur en venjulega. Við horfum á sko samt 750-760 laxa veiði á 6 stangir. Er það ekki bara þokkalegt? Og 1000 fiskar komnir hérna í gegnum teljarni hjá okkur í neðri Fossi. Já, hann er hérna bara út gluggan hjá okkur. Hann er bara út gluggan hérna. Með stöðuna hérna í kring, þá er það bara... Þá er það mjög gott. Mjög gott, sko. En samt... Ansi langt frá 2700 sem hún er farið upp í. Og veiðin hjá okkur í gegnum árin hefur alltaf verið töluvert hærri heldur en í raun og verið það sem hefur gegnum teljaran. Já. Út af endurveitum fiskum. Já, það er ekki, þú veist... Þannig að við erum ekki þar í sumar. Nei. Við erum ekki að ná... Þannig að það má segja að, þú veist, ef að veðri hafi verið eitthvað hagstæðara, þá eigið þið kannski 300 laxa inni. Með svona eðlu sumri þá hefðu við átt að fara alveg potið 1000 fiskarna með það sem gengir í ána. Við höfum alltaf verið yfir þessari tölu sem við farið í gegnum teljarinn hérna, sem er hérna 5 kilometrar frá sjó. Já, þeir sem að kannski átt sig ekki á því, en það er engin fiskur sem fer þennan fossnum að fara í gegnum þennan teljara. Já. Það var verið, þú veist, ef það fara 800 fiskar þá veiðið 1000 fyrir ofan. Já, og jafnvel meira. Það meira. Er þá bara endurveiði. Það er endurveiði. Sem er nú helviti magnað. Það er það. Segir okkur svolítið málaðið. Það segir okkur svolítið málaðið. Já. En það er partur af þeim sem við ætlum að ræða hérna. Ástæðan við erum að spjalla saman er að ef þið eru svona, hvað maður segja, hérna, ritara göttunar hérna í því að þessu verkefni hérna með að auka hag laxins og náttúrulegan hátt, hérna upp með Selá og svo fleiri á hérna í kring Vesturdalsá og hérna miðfirða og í Bakkafirði og jafnvel víðar, Sunnudalsá og eitthvað meira. Það álag, nú sitjum við hérna í Selá 6 stangir að ljósta að
víða væri þessi á í 12 stöngum. Já, algjörlega. Þú sér að við erum með eins og staðinu núna, þá erum við að veiða 25 til 25-7 km svæði, 27 km svæði, 120 merktir veiðistæðir pluss ómerktir veiðistæðir og erum að deila því á 6 stangir. Það telst ekki mikið álag. Nei. Á íslenskri laxveiði á. Nei, þá nærðu náttúrulega alltaf að koma á hvíldastæði. Það er, já, það er það og við hefum náttúrulega gert mikla breytingar hérna undanfarin ár. Við erum búnir að taka 2 stangir í burtu. Við erum búin að taka öll þung veiðarfæri upp úr ánni. Við erum komnir algjörlega í yfirbúrsveiði og búnir að stytta veiðitímann. Já. Hann er 10 tímar eða? Við erum eiginlega komnir onni 8 tíma veiði á dag. 4 tíma vaktir. 4 tíma vaktir. Við erum komnir með kvóta. Það er semst 4 spilaði fiskar á vakt. 4 landaðir. Já, 4 landaði fiskar á vakt og svo tökum við ekki fleiri en 2 fiska úr hverjum veiðistað. Þannig að þú kemur í eitthvað sem hiljum hérna og ferði annan, fær 2 fyrir 9 og ert þá bara komin upp í hús klukkan 9:30. Það er akkurat þannig. Það er akkurat þannig. Og þetta er alltaf liður því að minnka álagið á fisk. Já, algjörlega. En þrátt fyrir þessar reglur þá sérðu tölurnar sem við erum með upp úr ánni að hér ég meina við erum með teljara, vídeókameru, við sjáum nákvæmlega hvað gengur í gegnum teljaran hérna, við vitum hvað fer upp í ána, að þrátt fyrir þessar reglur að þá erum við að taka meira hlutan á fiskunum. Já. Þrátt fyrir þetta. Þannig að þessar takmarkanir eru ekki að hafa úrslita áhrif á loka tölu veitra laxa, heldur kannski frekar að laxin er meira til í að taka þegar þú ert að veiða. Já, og hérna en það er samt, eins og ég segi við þig áðan, er að við erum ekki í sömu tölum og við höfum verið undanfarin ár. Við höfum minnkað álagi á fiskinum. Það sýna tölurnar úr teljaranum og heildar tölu á veittum fiskum. Við höfum alltaf verið töluvert yfir þeirri tölu sem hefur gengið í gegnum teljaran. Í heildar tölu veittum fiskum. Þannig að, jú, það er að minnka álagið á þeim. Við erum ekki að taka alla fiskana sem gangi á hana. Við erum að endur veiða færri fiska. Þannig að með þessu reglum erum við aðeins að slá álagið. Þetta er náttúrulega aðal pælingin á bakvið þessar breytingar. Að reyna að minnka álagið. Og fiskurinn sé þá hafi meiri orku til þess að sinna kalli náttúrunar á haustin. Já, algjörlega. Og síðan náttúrulega þetta er þessar reglur líka gerðar fyrir konan. Að við erum að reyna að breyta veiðikurunni. Þið eru það eins og orðin frasi á Íslandi í dag, þeir eru að reyna að jafna út kurvuna. Við erum að reyna að jafna út kurvuna. Takk út toppana og dreifinni. Og dreifinni. Að þetta skilar tímabilinu, gerir það lengra og skemmtilegra. Já. Fyrir fleiri aðila. Einmitt. Það líka breytir því að til dæmis að skiptir ekkert máli eftir hverju maður kemur eða hvernig. Nei. Eða búið að fara og taka 2 fiska og menn fara. Þá næsti maður meiri sjens sem kemur á eftir. Sjálfsögðu. Og eins og hvernig þetta var hérna, ég meina, við fengum kannski 50 lansa göngu hérna inn í ána. Þegar við voru leyfði kónar og það allt saman og stórar túpur að við vorum að setja alla þessa fiska sko á fyrstu 10 kílómetruna. Hvernig einn á einasta. Já. Svona þegar það var hefðbundi gönguhorf á honum, eins og ég segi 8-12 gráður hérna og hann var ekki mjög hraður upp á hana. Það var bara að setja einhvern einasta fiskina.
Það er svakalegt. Já, það er það. En nú þekkja held ég allir söguna á bakvið þetta svæði hér varðandi eignarhaldið og byggðapólitíkina og allt svoleiðis. Við fórum yfir það í þessum þætti með Gísla í vor og ætlum svo sem ekkert að fara aftur hon í það, en það sem okkur langar að fræðast hjá okkur svona hvað verið að gera á bökkunum. Það eru þeir sem standið í þessu fyrir hönd þessu verkefnis að vinna handtökin sem það að vinna Við erum búin að fá að fljóta með ykkur mána undanfarna daga og veiða eins í klak og kistur og þeir eru búin að fara með okkur víða og sýna okkur kannski ef þið þyrftu aðeins að segja frá því hvað það sem að þið eruð að gera núna í haust og hvað planið? Að ég byrja? Já. Sko já, það sem við erum að gera er að við erum sem sagt það eru 2 laxastígar í ánni. Við erum með annars vegar eitt sem er 5 km frá sjó og svo erum við með annan sem er 27 km frá sjó. Og þegar við opnum ána við Efrifoss þá stækkum við búsvæðið rúmlega helming. Þetta er 2012, ekki? Já, við stækkum búsvæðið rúmlega helming með því að opna Efrifossin. Þar náum við Selánni og það er 3 þverár sem opnast og og hugmyndin hefur alltaf verið að auka við stofninn. Það sem við erum að gera og höfum verið að gera undanfarin ár er að við höfum verið að færa fiska upp fyrir Efrifoss og til að aðstoða það við landnámið til að aðstoða við landnámið. Þetta er náttúrulega komið 450 til 70 metra yfir sjávarmál en við erum svona að gæla við það að ná að bæta við stofninn og þá jafnframt auka við veiðin í ánni. Stefán, hvernig aukið við stofninn? Þeir eru að færa fiska þá til að stuðla að náttúrulegri hrygningu á nýjum svæðum? Já, við erum með hitamæla upp í heiði sem við verið að mæla hitastigið, hvort þetta hendi og svo við verið að veiða fiska af millisvæðinu sem er mest af fiski og stöðunum sem við teljum að megi kannski taka 1-2 pör úr og förum með þarna upp í dyr og geymum það í kössum og við erum að vonast þess að það skilir sér í hrygningu og stofni framtíðinni og svo erum við líka höfum við grafið hrogn, það er þetta mjög lítið, við ætlum að gera aðeins meira af því og erum farið í ákveðna læki og svona þarna upp á í efri partinum. Hvernig þeir eru að fara með fiska, þetta er allt unnið í samstarfi við vísindamenn eða ekki og Jú, allt saman. Hvernig eru búsvæði? Eigum við vonaði að efsti partur Selár sé að fóstra og ala mikið að seiðum og standa undir hrygningu og öllu því? Við erum ekki að vonast eftir því að hún koma til með að skila því sama og neðri á henni er að gera. Hún er bara köld? Hún er köld. En ef við getum eitthvað bætt við stofninn þá er það náttúrulega bara einu góða. Það er alveg möguleikar þarna. Við erum búinir að vera með hann opinn, efri stigan, efri fossinn núna í nokkuð mörg ár. Og það hafa verið svona, þetta hefur verið aðeins mismunandi á milli ára sem fiskur hefur verið að ganga þarna upp yfir. Þetta hefur verið svona frá kannski 50 og upp í 100 fiskar sem hafa verið að ganga þarna hverju ári upp yfir, sjálfviljugir. Þeir hafa sótt í eina þvera á þetta svolítið sem er þarna upp frá, meira heldur en hinnar. Sem henda frábærlega fyrir
eru frábær skilir í henni og farin að framleiða mikið af seiðum. Við kíktum með ykkur á þessa og þarna þú veist, maður sér gróður í botni og það fullt af flugu, ærandi vargur og við sáum fiska vera að undirbúa sig fyrir hrygningu. Já. Þetta alveg nýtt landnám. Þetta nýtt landnám. Og þetta eru fiskar sem fóru þarna sjálfur? Þetta eru fiskar sem hafa farið þarna sjálfur og síðan það sem við Stefáni höfum verið að gera núna sem snýra þessu rannsóknarverkefni að við höfum verið að fara með fiska semst langt upp í Efri Selá og upp í eina af þessum þverám þarna og höfum verið að merkja þá, höfum sett radíómerki í þá og höfum verið að fylgjast með þeim á veturnar. Þið sýndu mér aðeins niðurstöður og þessum radíómerkingum. Það gríðarlega gaman að fylgjast með þessum kvikindum og hvað hafast við. Þetta ekki alltaf kannski eins borleggjandi og okkur finnst að það eigi að vera. Nei, alls ekki og þetta er algjörlega nýtt. Þetta svona ný sýn á þetta allt saman og áhugavert að fylgjast með þessu. Við erum alltaf bara búin að gera þetta einn vetur. Þetta verður gert núna næstu árin til þess að fá einhvern samburð. Við erum að gera þetta í Seláni með einhverja 10 af fiskum og eins erum við að gera þetta í Vestdalsánni sem við merkjum aftur núna með haustinu. Okkur langaði náttúrulega til að sjá bara hvort þessi fiskar myndi halda sig upp frá þegar við værum búin að flytja þá. Það væri þess virði og þú veist, í þessari þeirra þá erum við að tala um á bara lengstu frá. Lengst upp í heiti. Þetta bara í 500 metra hæð sjávarmáli og þarna engin gróður eða það svona þetta orðið svona aðeins takmarkað gróðurinn þarna en það soldið með henni. Hitamælingar sýna að þetta gæti gengið. Í svona góðum árum og þeir höfðu allavega að síðast í vetur eða síðasta haust þegar við slepptum þeim að þeir allavega sýndu henni áhuga og það fór enginn af þessum fiskum sem við opnum og hleyptum í ána, það fór enginn af þeim niður úr. Meiri hluti af þeim fór lengra upp í þessa þverá. Þeir pöruðu sig og þeir hringdu þarna upp frá. Þannig að það kannski segir eitthvað. Ekkert af þeim fóru niður fyrir en hrygning var búin. Og stendur til að rafa þetta á næsta ári eða eitthvað? Já, það verður pottitt gert. Já, þeir ætla að gera það sumar en komist ekki að það var eitthvað sem klikkaði en þeir ætla að fylgjast með þessu klárlega öllum þessum stöðum sem við erum að fara að fiska á eða grafa þannig að við erum að sjá hvað kemur út úr þessu. Næsta sumar sjáum við pottitt hvort eitthvað hefur komið út úr þessum fiskum sem fóru upp yfir. En þessi fiskar nú segir þeir að farið upp yfir þið fylgið þeim eftir alla veturinn. Þeir eru radíómerktir og ég veit ekki hvort að fólk átt sig á því en þið þurfið þá að fara hérna í öllum veðrum og 3-4 daga fresti og hafa upp á þeim með svona loftnutsgreiðu. Er þetta ekki bölva bragstrákar? Hvernig er að standa í þessu á veturna? Jú, þetta er hellingsvinna. Þetta er alveg hellingsvinna og maður þarf að í raun og veru að því veðrin eru náttúrulega allavega og maður þarf svolítið að grípa dagana þegar þeir gefast. Ekki endilega hvernig það henta þér. Nei. Við erum lentum í alls konar ævintýrum, festabílana og mistum sleðana, jeppan í gegnum ísin áni og þetta var alls konar. Alls konar brask. En þetta er rosalega gaman. Þetta er mikið ævintýri og En þeir líka ekkert að taka 3-4 bletti á fiskunum yfir veturinn. Þetta er bara non-stop. Já, við vissum náttúrulega ekkert hvernig þeir myndu haga sér, en við vildum trakka þá og við sáum náttúrulega að það var ekkert mikil hreyfing á þeim yfir veturinn. Nei. Ekki þannig en það var samt hreyfing
undir ísnum og þannig já, við vildum bara fara svona á 3 daga fresti til að fá sem besta mynd. Og svo þið voru nú að sýna mér gögn til dæmis úr Vesturdalsánni, þú veist, þar sem að þeir eru að elta þessa fiska og þeir eru jafnvel að deyja drottnin sínum einhvers staðar svona á veturna eða á vorin sko, og einhverju sem að komast aftur í sjó og svona. Þetta er alltaf greiðlega gaman að fylgjast með þessu, maður er alltaf heyrt að þú veist 75-85% drepist í veturinn, eitthvað er í sjó, svo það voru þegar sína einhver fiska sem voru að skila sér í sjó bara í júní sko, jafnvel drepast í ánni í lok maí. Þetta er náttúrulega ótrúlega, ég hef allavega aldrei gert mig grein fyrir því að fiskur sem er hoplax í lok apríl, hann getur bara verið að deyja ánni í júní sko. Ég hef alltaf haldið að hann var í hólpinn og myndi koma sér út í sjó sko. Já, þeir eru alveg á síðustu metrunum og ég held að það hvernig vorin séu skiptir rosalega miklu máli hvort er meikið út í sjó eða ekki. Þið voru með stóra hrygnu sem hefði greinilega náða að smolta og koma sér út í sjó bara í mars. Já, sama tíma og frændurinnar ofar í kerfinu eru bara undir ís. Voru ennþá bara undir ís. Þetta var rosalega áhugaverður fiskur og það er að hún var veitum hana við Veiðuhús í Vestdalsá, Breiðu, förum með hann upp yfir, sleppum henni ásamt hinum fiskunum. Sem er hvað langt? 20 kílómetrar þarna milli. Já, upp í vatn. Og hún sneri við og fór niður og við fundum hana næst 2 dögum seinna og það var næstu konu sögum Breiðu. Hún var eini fiskurinn sem gerði þetta. Fór bara aftur heim. Og hún var semst í neðri partinum á Vestdalsá í meira minna allan vetur. Svo kom góð tíð í mars og hlýnaði og kom smá leysing og litur og hún bara út. Og þá var náttúrulega hinir upp á heiði bara undir ís og í allt öðru dæmi sko. Og til dæmis fiskarnir upp í Hrútá sem er þessi þverá sem við fórum með svolítið mikið af fiskum sem er þverá Selár sem er þverá Selár það er frá að allir þeir fiskar sem fórum með uppbyttir héldu sér þar. Enginn af þeim fór niður úr henni. Og enginn af þeim liði þá af rigninguna? Jú, sko, þá ég við sko sem sagt, við fórum með þá uppbyttir. Það var ekkert flakk á þeim? Það var ekkert flakk á þeim. Þeir héldu sér þarna upp frá, meirinn helmingur af þeim hélt áfram upp ána. Nokkur kvikindi fóru aðeins, við erum bara að tala sko inn á kílómetri niður yfir. Og síðan héldu þessi lengi á þessu svæði. Hvað? Fram yfir áramót. Síðan fóru þeir smá saman að bakka niður yfir. Og svolítið áhugavert að við erum nokkuð vissir að voru ekki laxar þarna upp frá og svo við getum ekki sagt það 100% en finnst það mjög ólíklegt fyrir og svona leiðu við sleftum bara 2-3 dögum setna og gátum við séð stærsti hængurinn, stærsta hrygnan voru búin að synda upp yfir 1,5 kílómetr, velja sér breiðu, svo voru 2 hængar, 1 hrygna svo dreifðu þeir sér alveg leið sko á svæðið. Það er alveg magnað maður. Það er rosalega gaman að fylgjast með þessu. Þessi merki segir að nota segjum það voru einhverju fiskar úr sem æfingum ykkar sem komist aftur í sjó segjum að þeir komi aftur ég segjum bara að þeir hafa komið aftur í haustjafel nú við mennum að gæla við það þessi fiskar færi bara komið sögum að langt og séu þessir haustlaxar sem koma oft getur þið fundið á í vetur með sama merki? Já, við getum fundið á. Gaman að fylgjast með því hvort það rosa spennandi, sjá hvort það komið einhverjan tilbaka. Það hefði verið gaman ef þeir hefðu komið tilbaka núna í ára, það hefði verið gaman að veiða þá. Já. Það hefur ekki ennþá komið fiskur með radíómerki í sumar. En við erum að taka fleiri fiska í vetur. Það voru 23 fiskar núna ég semst í þetta ár og verða 40 í vetur. 40 með radíómerki? Já. Þannig að það verður meiri líkur að einhver kannski komið tilbaka. Já, þetta er heldur spennandi. Þetta er mjög spennandi. Bara fræðast hvað þið gera á veturnar, við vitum svo lítið það. Já. Hvernig þeir haga sér og hvað mikið hann lifir af. Og hvernig veðrið hefur áhrif og flóðin og
þetta mjög spennandi. Hvernig það gangi út, ég hef aldrei ímyndað mér að fiskur væri að fara út í sjó 14. júní sem niðurgöngufiskur hérna á þessu horni landsins sko. Þetta það og hvað eru ólíkar? Við vorum svolítið hissa sko, þó var komin leysing, þá voru ekkert endilega sem það ítti þeim að staða strax. Nei. Maður hugsaði að nú eru allir fannir á stað nýrittir og svo var maður upp til að trakka og þá voru kannski bara ennþá saman staðan og samt búið aukast í ánni og það hefur rosa mikið með hítast í að gera líka. Já. Hvenær og þeir þurfa náttúrulega að smolta Já. Og þeir hérna og síðan hvað eru ólíkar áttar eins og þessi talandi þessa hrygnu sem fór niður í mars hún notaði fyrsta tækifæri það sem svona snefill af vorveðri kom Já, það var einhver smá hláka og Vestarsáin opnaði sig að þá bara fór hún og hérna og hún þannig, hún hlýrri Vestarsáin og miklu fyrir til í öllu og elur seiði betur á sér heldur en Selávin hún ætla bara að gjöra ólíka sko. Gjörólíkar hún svona mýrar já rennur úr stöðuvatni ekki svona rosaleg hálendis og hérna en já, þetta er allt saman rosalega áhugavert já þannig að þetta það sem við erum búin að vera að gera í síðasta vetur og þetta partur af þessu rannsóknarverkefni Nú líka partur af þessu verkefni það eru menn hérna við séð það er verið að gróðursetja hérna tré það er verið að gróðursetja út allt hérna Hvar spila það inni? Nú, þú veist, örugglega fyrir flestum eru tengingin tré og laxaseiði og lax ekki svo augljós, sko? Nei, en þetta er svona partur af því bara að bæta við gróðri á svæðinu og í framtíðinu vonandi að auka við flórun og skortilífi. Já, þetta er búið til logn binda vatn í jarðveginn og Já, það er verið að fókus á læki og hliðarár sem er verið að planta meðfram og við heldum sér 10.000 plöntur á ári núna held ég að bæti í og hérna það er, aðalmarkmið að fá meira skordýralíf og fæði fyrir seiðin og græða bara upp landi líka við frá og svona það hjálpar vonandi allt til sko. Algjörlega Nú erum við samt að horfa fram að það á eins og Vestdalsá sem að einstök fyrir það hérna, þannig bara einn maður sem að veiði þar og hérna, það er búið veiði henni sumar kannski ykkur að finna á fiska eða eitthvað þeir sjáu náttúrulega bara tölunum og teljanum að það er ekki góð veiði eða þú veist það er ekki góð ganga í ána stóri faktorinn svona ykkar endi í þessu er að hlúa öllu sem gerist hérna í ánni Hvernig lítur þetta verkefni að því sem gerist í sjónum? Það er alltaf rosalega erfitt að hérna átt að sjá því hvað er að gerast í sjónum en það er að bætast við aðilar að þessu verkefni sem munu þá taka þann pakka að sér Bara heyrt, þú veist, Imperial, Oxford og eitthvað svona háskólar Já, það er Íslands það eru aðilar að bætast við í þetta verkefni ég get hreinlega bara ekki svara fyrir það Nei En það er klárlega eitthvað sem á að skoða reyna að skoða, það er alltaf flókið að rannsaka sjóin Jú, þú veist, það er erfitt að setja mælitæki eins og radiomerki eða annað á þessi litlu seiði það bara ekki, tæknin er ekki komið þangað að það geti borðið þetta já, og við getum ekki eldi radiomerki Allandshafið, það er bara ekki svo leiðis Nei, það er málið En þetta er svona í gráum dráttum það sem við erum svona að reyna að gera hérna Það er verið að reyna að gera bara allt
sem hagstæðast fyrir laxinn. Það eiginlega alveg þannig. Sem við getum mögulega haft einhverja stjórn á eða hjálpa til við. Og á sama tíma að við hefum ekki gleyma því að það eru menn sem eru að stunda laxveiði hérna. Og þetta ekki friðland, þetta er partur af iðnaði sem er veiðilega sala á og allt það. Og sem sagt, og við erum að reyna að búa til pakkan þannig að fólki líði hérna eins og þetta sé ósnert og það geti komið hérna og veitt á stöðum sem ekki búið að vera að berja látlust á. Og hérna já, það er eiginlega það sem við erum að reyna að gera hérna. Því að við vitum að eins og staðan er í dag í flestöllum laxveiðum þá er álagi orðið á mikið og hérna og ómarga stangir og barið á mikið á þessu. Það var náttúrulega orðnar ómarga stangir í öllum þessum á sko meðan að hérna ég kannski á sem voru ekki á 2000 laxa en það voru samt ómarga stangir, nú voru það kannski ekki á 700 laxa. Þannig að maður getur svona þetta er ekki að batna sko. Nei því miður og ég veit það ekki ég veit ekki þetta er þó allavega eitthvað þetta er allavega hérna hjá okkur ég meina þetta skref í það áttina að það er verið að reyna að minnka álagið og það er verið að reyna að skapa umhverfi þannig að þetta sé á einhvern hátt svona náttúruvænna eða harmoneri við vendununa og á sama tíma sem sagt upplifuna hjá kúnnum. Nú er náttúrulega ljóst að svona verkefni kostar greiðlega peningum. Jim hérna, eigandinn hérna, náttúrulega hefur þá. Hann er ekki kannski ólíkt öðrum eigendum laxveiða á Íslandi, ekki háður tekjum til skamstíma af laxveiðinni. Sjáu þið fyrir ykkur að já, svona kannski þetta svigrúm peningalega gæti verið sko kannski eitthvað hvað maður segja proof of concept sem að vera hægt að velta yfir á aðrar ár á Íslandi ef vel gengur hér? Já, ég held sko að allar rannsóknir sem gerðar eru hérna á Íslandi ég held að allir græði á þeim og hérna og allir í raun og veru nýjir hlutir sem eru gerðir í þessu að það græða allir á því hvort sem það er til góðs eða ills. Maður skilur alveg bóndan hérna, sem að þarf bara að borga ábyrgðin á túnið og hérna áinna sér uppselt á 10 stangir segir það bara, maður skilur alveg að það sé erfiðu hvati fyrir hann að fara að fækka efnir í 8 og allt það sko. Já. Og það er erfiðu pakki að kyngja að hann fá kannski enga tekjur í ykkur ár því að það þarf að fara í tilraunaverkefni og rafmælingar og Já, ég eiginlega bara vill ekki fara í þessari umræðu þangað þess að ég hef eiginlega ekki fullmótað skoðun á því. Nei. En alltaf þetta er vissuleiti þú veist, ef ég næja þess að blata ykkur með mér í þetta, þú veist, það blasir náttúrulega við að að veiðin er búin að vera erfið í einhver ár víða. Við erum að sjá klárlega niðursveiflu í fiskigöngu en á sama tíma er slegist veiðileyfin ef áferð í útboð það eru með tölur sem við sjáum víða þú veist þetta er þú veist hvar komist á okkur kritiskan punkt þegar svona einhvern veginn konum fyrir vind hérna með þetta allavega þessa pressu á að hámarka arðin strax í dag. Já en ég meina þessi laxveiðheimur er svo sem ekki nýr ég meina hvað ég segja við þig menn að reynda að fá sem mest út úr þessu síðan ég man eftir mér og síðan ég byrjaði í þessu og
mér fannst svona einhvern veginn eins og geðveikin hafi byrjað svona í raun og veru sko upp á 1970 mér finnst þetta nú vera það langt síðan sko. Já. Maður er alveg farin og þessi markaðsvæðing á þessu hafa áhyggjur núna, þetta er 4. árið raunin er það ekki sem er bara mjög litla göngur og það virðist allt vera að fara svolítið svona niður á við þannig að vonandi skilar þetta bara það sem við erum að gera að reyna að draga úr álaginu og gera þetta aðeins öðruvísi vonandi skilar það og það skil einhverju þannig að mann getur séð að hugsalega er þetta eitthvað sem hægt er að taka upp annar staðar. Já, maður óttast það óneitanlega samt svona þegar úr því að við fengum ekki góða smálagsagöngu í fyrra eins og við vorum að vonast eftir og svo kemur þetta vonbreiðis í svona að við séum að berjast við vindmyllur að stóri dómur falla alltaf í hafinu og við höfum eitthvað stjórn. En síðan hefur mér oft fundið sko umræðin svolítið verið í þessu svo að menn einhvern veginn afgreiði málin svolítið og hendi ábyrðinni eða hendi afgreiði málin með því að svara þessu þannig skilur hvað við skilum það algjörlega hafið þar með getum við ekkert meira gert það skiptir ekki máli hvað ég gerir hér já og mér finnst þetta rosalega svona einföldun og einhvern veginn svona uppgjöf já algjörlega það er bara mjög gott sjónarmið það er margt sem við getum gert í þessu til að bæta hlutina sko ég veit ekki hvort við erum að fara þangað en hérna oft hefur mér fundist líka eins og þetta veiði sleppa fyrirkomulag sé eitthvað sem hefur átt að leysa alla hluti mér finnst það rosalega einfalt að við getum leyst og laga stofnuna bara einfallega með því að fara í veiði sleppa dæmi það leysir kannski einhver leiti hérna þú veist að venda vöruna þú veist þú getur afhent fiskinn tvisvar en það leysir kannski ekki í stóra vandamálið nei en oft finnst menn tala þannig sko við getum það er margt hægt að gera það er hægt að rannsaka miklu meira það er ekki nóg að seiðamæla einu svona ári í ánni og afgreiða hlutina þannig það þarf að gera miklu meira finnst mér Nú sáu til dæmis þeir eru með 2 seiðaskiljur í Vestdalsá og bara á síðustu sjógöngu seiða þar kom í ljós bara gríðarlega afföll af þeim seiðum sem að koma í fyrrugilduruna og koma svo í seinnigilduruna neðar í kerfinu þetta er til dæmis eitthvað sem að hafi bara aldrei verið í umræðinni Nei, þetta var ótrúlega merkilegt það voru sett svona hlið niður og sett lítil merki pitt-tag í seiðin og þegar þau synda yfir þessi hlið í botninum þá tikkaðu inn og þeir mertu semst í neðarlega í Vestdals og við teljaran mertu þeir hvað var þetta mörg? 300 seiði smoltuð, klára að fara niður og svo bara þau út og löðast það niður til og svo er næsta hlið eitthvað kilometr neðan? Kilometr, já, eitthvað svo og þá er svona 700 metrar í ósinn þetta er mjög neðarlega, örstutuspotti og þá var farin helmingurinn af þessum seiðum horfin á þessari leið kom aldrei niður í gegnum þetta hlið sem var búið setja upp á 1 kílómetr á 1 kílómetr og með þess að merkilegt suma að þeim tikkuð inn í hliðinu sem er upp frá efsta hliðinu þá það farið samtalega mikið fuglskjafti sjá konu já það er bara verið flóið með þau og en Vestdalsá náttúrulega grunn vassli til og þú veist auðvelt allt öðru sem margar ár já, örugglega svona árgangamunur á því hversu mikið bara eftir vatni og öðru já, nákvæmlega en samt rosalega áhugavert að svona stór hluti fari ég bara segi því sem er búin að komast þó þetta langt þau eru
þú veist, búin að lifa 2-3 ár í ánni og smoltuð og eiga bara eftir með þennan stóra dóm í hafinu en þau komast aldrei þangað og þá eru þau, og þegar þau eru smoltuð þá er þetta bara bein leið út í sjó og það er ekki einu sinni verið að hægja á sér. Nei. Þannig að þetta tekur þau ekki langan tíma fyrir sjóin þegar þau eru smoltuð. Þannig að þetta er eitthvað sem er alveg vandamál og er alveg þess vert að skoða. Ætlið að vakið við þessu? Verði hérna bara á bökkurum með haglarann að... Já, það þarf allavega að rannsaka þetta frekar. Af því að, þú veist, ef þetta er málið, ég meina, þá getur þetta spila stóra rullu inn í hvað er að gangi átnar. En ef að þetta er, þú veist, getur við sagt þetta þá líklega alltaf verið málið, en samanskapi við erum að horfa á hlýra loftslag, bara eins og við byrjum þetta viðtal að ræða. Já. Við erum að horfa á minna vatn á þessum tíma. Leysingar og allt er löngu búnar, jafnvel. Þú veist, átnar eru að fara af ís, erum við að horfa bara á einhvern veginn? Ég með fuglinn, hann er til dæmis að færa sig meira, þú veist, meira kríu upp með á, það minni fæða, ekki sandsíli og svona í sjónum og þú veist, það er meira álag kannski á ánum núna heldur en einhverju leyti. Það er margt sem spilar inn í, sko. Og eins eru þær að hugsaðlega að opna sig fyrir og jafnvel ekki einu svona fari í það að frjósa. Nei. Þannig að þær eru opnar allan veturinn. Opna fyrir vargi. Ég sé nú vargin minkagildir og svo leiðis og ég er að fara upp og niður með ánni allt vorið og maður sér bara, þú veist, skarfa, lóma, fiskjendur. Þegar enginn í dalnum og enginn umferð þá eru bara fuglar á öllum bestu stöðunum. Þetta eru fuglar sem að eiga að sækja sína fæði út á haf á veturna. Já, eða þá áinu væri sko frosin lengur, myndi verja þetta lengur. Nú er náttúrulega þiðnar fyrir og ísinn fer fyrir og þetta er kannski 3 mánuðir sem hún er opin lengur, sömu vor sko. Já. Það getur breytt afföllunum svolítið mikið sko. Er þið mikið að minki hérna við ána? Já, það er ótrúlega, það kemur mikið neðan á heiði og úr fjörunni og 60 gildrur og fá kannski 40 minka ári. Já. Plus mínus. 40 minka veitni svona á? Já. Þetta er tölvöld magn. Þetta er til dæmis eitt af því sem að er hægt að gera, sko. Það er bara þetta útrýmunum, það er, já. Og þetta er nýtt kvíkindi inn í náttúru Íslands. Þetta er búið að vera lengi, sko. Ég myndi oft velti fyrir mér, sko, af hverju þarf alltaf þú veist, sveitafélagi eða eitthvað til að greiða fyrir þetta, af hverju getur ekki bara veiðifélagi séð við eitthvað séð hagsinn í því að stunda minka við það, sko. Já, er ekki einhver veiðifélag? Einhver veiðifélag að gera það? En það er svona kannski ekki flatt yfir. Maður hefur heyrt alveg ótrúlega sögur að menn hafa, ég hef svo sem ekki lent í sjálfur, en menn hafa grafið sér inn í svona, þú veist, inn í hjá læðu í svona bæli og það er ótrúlega magna seiðum. Já. Stundum sko, ef það er sérhæfis í því að eru kannski að gjóta alveg á bökkunum við bestu staðina og þá gera þeir ekkert annað en að fara út og sækja seiði. Þannig að ég man eftir einhverjum hjá honum Snorra varginum, hann var að veiða eitthvað minkartan Snæfellsnes og það kom bara út heill lax sko, út úr bæli sko. Já. Þannig að þeir eru greinilega útrúlega segir að ná sér í mat sko. Já. Og eru glæðið mitt á veturna þegar þetta er orðið hringt og svona. Það er glæð. Já, og slappir og þreyttir og Já. En það er ýmislegt sem hægt er að gera sko. Já, við höfum hort svona upp á það hefur einhvern veginn verið sótt að greiði laxastofnunum úr öllum áttum. Við erum ekki að nefna endilega eldið eða þessar minkandi heimtur sjó, en svo kemur þessi blessaði núðulax sem að verðist einhvern veginn við laxveiðimenn að lepja segið af ákvörðunum Jósef Stalín sko, fyrir áratugum síðan. Þið hafið þið orðið varið við þetta hérna og þetta lítur náttúrulega að vera eitthvað sem að svona kemur við ykkur hérna líka.
Þetta bara mjög mismunandi hérna milli á en það hnúðlags allstaðar hérna sko. Allstaðar hnúðlags og það hefur gengið hnúðlags hérna í mörg ár hérna sér hana. Og það svona helst að sjá kannski hann að færa sér alltaf ofar og ofar. Aðeins að færa sér ofar og stundum hefur verið lítið á honum, stundum mikið. Núna í ár ég veit ekki hvað ég að segja. Þetta svona með mesta móti sem maður hefur séð. Náttúrulega miðfjörður á í Bakkaverði, það var náttúrulega bara komist í blöðin að það kom nú bara upp ástand þar með hnúðlags. Já. Ég held að 60 hnúðlagsar. Já. Það er svakalegt sko. Og sumir í hyljirnir andan nefnir eru alveg bara pakkaðir af þessu. Það er ekkert smá, þannig. Já. Ég held einhvern veginn að þetta er svo margt sem hægt er að gera til að bæta hlutina með auknu rannsóknum og þessu álagi sem er á stofni. Þú náttúrulega líka hefur svona nefntum mann pælingar sko nóg að fiskurinn lifi fram að hrygningu sko eða með því að vera veiðan aftur og aftur eða... Já og eins þetta með þetta orkutap þú veist hvort að það sé eitthvað sem við þurfum að skoða þú veist hvort hann tóri, hvort hann skilir sér niður til sjávar aftur þú veist þessi endurkoma fiskur hvort að það sé hvort að þetta sé raunverulegt vandamál Þú veist að taka hristu sín það ekki? Jú og þú veist þetta náttúrulega bara eitthvað sem að hefur ekkert verið rannsakað alvöru þú veist það ekki til neinar einhverja svona vísindalega niðurstöður en mér finnst alveg þess virði að menn myndu svolítið skoða hvort að það geti verið reyndin að við værum að tapa of miklu fiskum svona á síðustu metrunum áður en kemst í sjóinn út af álagi. Það séð breytt göngumynstur núna síðustu 10 ár það miklu minna fiski að ganga í ágúst og fram í september. Það er eiginlega bara það hefur verið gríðarlega breytingar sko bara á síðustu 20 árum á göngumynstri til dæmis eins og hérna hjá okkur. Þetta svæði hérna Þistilfjörður, Vopnafjörður þetta var náttúrulega þekkt svona ágúst svæðið þú veist og bara flottasta tíma hérna meðan ágúst bara leikur við sko. Já og þú sást sko að smálaxinn var aldrei að koma hérna fyrr en í byrjun ágúst. Já. Nú er eiginlega allar göngu búnar þetta er bara borgarferðartíma heila má kalla það. Já, allar göngu búnar hérna og ég meina þetta hefur bara skeið á tiltölulega stuttum tíma og svo hefur manni fundist vanta sem sagt þess göngur sko göngufyrirkomulega hefur verið þannig að þess að það var að þá voru að tínast hérna fiskar fram eftir öllu hausti smálaxagöngur fram yfir miðjan ágúst og síðan voru að koma sko svona fiskar alveg fram í september líka 2 ára fiskar endurkomu fiskar sem maður hefur bara valla séð síðastliðin 10-15 ár og hérna þannig að maður veit ekki það er allavega það er einhver ástæði fyrir því og síðan við hefum ekki hugmyndið það hvort þeir séu mikilvægir fyrir stofnin og veit það ekki þannig þú veist það er endalaust hægt að skoða í þessu og hérna og reyna að fá svör við einhverju Þetta er klárlega mikil breyting stuttum tíma Já þið bara á göngumistrinu þetta er náttúrulega algjörlega Er þetta ekki loftslagið? Er það ekki svona fyrsta sem er þetta í hug? Maður bara veit það ekki Því að nú er líka verið svona í að því að þú veist þessir
snemgengnu laxar að það sé genetíst og við verða, þú veist, einhverjar ára ég vil reynda að fá þá frekar í klak heldur en aðra, sko. Og við vitum það og það vita það allir að Húnavatnssýslan sé dæmi að það að honum var slátrað fattar í júnifiskinum þarna, einfallega bara út af álagi og hefur aldrei komið tilbaka eins og hann var. Og það ekki lengra en ég meina við vorum ennþá að sjá þessari júnigöngur í Húnavatnssýslunni þú veist 1980, 1990 voru þessar júnigöngur ennþá til. Þetta þekkist all í dag. Nei. Þessum við voru að teppalegja túnin fyrir fram að yður sín. Holl eftir holl. Svona gömlu veiðmyndirnar. Eitt lags í poka og Marlboro-pakki í brjóstvasanum og Smirnoff-pelli í rassvasanum. Já, þessar göngur ekki til í Húnavatnssýslunni lengur. Nei. En samanskapi... Er það hitastigið eða var það álagið á stofnunum? Já, við vitum það ekki. En þið eru allavega hérna að reyna að svara einhverju spurningum. Við erum að reyna að svara einhverju spurningum og við erum að reyna að fara í þetta eins og sögðum við í upphæði. Við erum að reyna að fara í þetta að minnka álagið, minnka veiðikúruna, gera tímabilið skemmtilegt frá fyrsta degi til den síðasta. Nú held ég að hljómikasíðan við vitum hvað erum að tala með að minnka álag og svona, en ég held kannski við sem allir sem eru kannski við ánnar allt sumarið eins og þú og ég og Stebbi að fatti bara hvað áttu við þegar það hvað gerist þegar of mikið álag, hvað að neikvæða við bara út frá veiðinni, burt sér frá kannski heilsu fisksins eða annað, sko. Út frá veiðinni? Það ekkert mál að ef við ætlum að tala álag þá ekkert mál að taka á svona eins og þessu hérna og slökkva á henni í svona 2-3 vikur í ágúst með því að bara að beita henni ofbeldi í viku eða 10 daga skilurðu og það sem við erum að reyna með stórum flugum með gengdalaus áreiti á þann fisk sem fyrir í ánni það ekki erfitt að gera það. Nei. Þetta svona hugmyndina við erum að vonast til þetta jafnist svolítið út og við höfum alveg fundið að það kom ekki jafn mikið svona erfiðir kaflar sérstaklega það eðlilegt sumar og það rignir áin fyrir upp og niður og hækkar og það var alltaf óin erfitt í sumar og það kom aldrei veðrabreyting og eins í raun og veru í fyrsta árið okkar var líka þurrkasumar það sem hún fór niður í það sem vassmagni var orðið það lítið ég aldrei séð það við fórum niður í 5-6 rúmmetra á sekundu sem ég hef aldrei séð áður en þráttur í þetta það sel á í 5-6 rúmmetrum? Já, við hefum aldrei séð hana svona neðarlega ég aldrei séð hana svona neðarlega það bara svona gott vatn í elliðanum sko. Já, þráttur þetta vatnsleysi sem við hefum haft síðan 2 ár að ég fullyrði það að með þessum breyttu reglum sem fórum á stað síðasta vor með þá að sleppa þungu flugunum og sleppa stóru flugunum og sleppa söktöfumunum og því öllu þá héldum við svona þokkalega stabílri veiði út allt tímabilið þokkalega stabílri veiði og árinu undan þá vorum við með svona eins og maður kallar skilur frigga opnanir að þegar íslíkarnir komu í ágúst já og það þurfti ekki nema að taka 4-5 daga bunur niður alla ána að taka nú eftir það tók miklu meira en 2 eða 3 daga
að vinna ána og suma staði ennþá lengur að maður búinn að sjá það hvað þetta gerir ánum og gerir fyrir veiðiskapin og það ekki hægt að bjóða upp á þetta fyrir kúnna sem að koma á eftir þessu. Nei. Vegna þess að og sérstaklega á þessum tíma þar sem við vitum að alla göngur komnar í ána, fiskurinn farin að leggjast, þá getum við ekki boðið upp á þetta. Það fari bara 10-12 dagar eftir að búið að slóða að draga ána í nokkra daga að hún sé bara meira og minna döð. Og það var niðurstaðan og hefur alltaf verið niðurstaðan eftir þessar hóflanir. Ég hef séð þetta sjálfur sko í ám þar sem sérstaklega einni á sem ég gæti svolítið í að þar var mitt svona gæta hlýði alltaf við Vestlumhelgina og kom eitthvað svona gott hol sem að viti heldur vel en alltaf á svona stórar snældur og annað sko og vikan eftir á var hann serfið sko. Já. Og það ekki það að þú eins og geta haldið áfram með það sko, þú ekkert geta veitt áfram á snældur og bara haldið gangandi þannig sko. Það var bara allt dögt. Það svona jafnar þetta svolítið út með að hafa þessar reglur, þá eru bara allir að En það kom alltaf niðursveiflur, við höldum ekki jafnir í veiði hérna út allt sumarið. Nei. Alls ekki. En við höldum henni betri. Já. Fyrir vikið. Svo maður bara að læra á það að hann viljugur að koma í yfirborðið þó að sé kalt og svoleiðis þegar maður bara þarf að gera það. Þetta er bara og svo þetta að setja kvótan á þetta, kvótan á staði. Þetta skiptir meira máli að gera þetta þetta skiptir máli þegar stærstu göngundur eru að þú ert ekki að prikka alla þessa fiska. Þú ert ekki til í þá af því þú átt ekki færa á því sem þú færð 30 lagsa göngu hérna inn í einhvern veiðistað þú verður í staðinn og tekur 2 uppbrúnum en átt kannski mögulega á því að setja í 10, 12, 14 fiska skilur þú átt bara ekki færa á þessu kemur maður setjapartinn, tekur 2 fiska og er farinn partur af þessu fiskum gengur áfram bána ósnertir, það ekki tekja á neinu og við maður sem á næstu svæði fyrir ofaði daginn eftir að hvað sem lendir í fiskum sem ekki búið að Við tökum alltaf þessa fiskakost Þeir koma alltaf á land á einhverju tímapunkti og það sem við erum að gera að við viljum bara fleiri taka í þessa fiska heldur en 1 eða 2 gurar Þetta ekki endilega talin í veiðbókinni þetta hversu margir ánægir veiðmenn Algjörlega Nú það ekkit launungamál að það standandi mikla framkvæmdir byggingu veiðhúsa og húsakostar yfir í Vesturárdal Stebbi, þú ert búsettur í Vopnafirði konaðinn hérna, þú ert frá Akureyri þú ert með börn í nærumhverfinu hvernig stemmingin gagnvart verkefninu bara í nærumhverfinu? Sko ég held að sé svona mestuleiti bara góð alltaf skipta skoðanir á svona stóru verkefni og miklu og þessum eignum og jörðunum og það er ekkert launungamál en ég held svona almennt sé þetta bara býsna gott og það hefur svo sem ekkert verið neins stór breyting eftir að tímmeignaðist þetta menna frá þeim sem átti þetta undan útlendingar að veiða og þetta bara rúllar áfram það bara aðeins meiri framkvæmdir og aðeins meiri vinna fyrir fólk og ég held að það sé runni bara jákvæmt sko fyrir samfélagið þetta náttúrulega ótrúlega margt í kringum þetta eins og segir byggingar og alls konar hlutir sem að akstur, veiðmanna og leiðsögn og vinni í húsunum og sjoppan á búðinn og þetta tikkar allt innskilur þannig að það eru margir sem að njóta held ég góðs af sko en að klárlega ekki óumdeilt þegar svona stórar framkvæmdir í spilunum Já, algjörlega En þú kannt vel við búa Vopnafirði Þetta algjör paradís sko rosalega vel þetta náttúrulega
paradís fyrir veiðimenn. Já. Öllu leyti, það er hægt að gera allt hérna og hérna. Þú nefndir minkinn, þú ert í gæsin líka og sérnum varginn og... Já, bara rjúpunni og öndinni og öllu og þetta er bara algjör paradís þetta svæði. Já. Og hérna, svo náttúrulega þessar ár, þær draga mann alltaf að gera það. Dróð mann alltaf hingað. Þetta er algjöra perlur, allar saman. Það er svo ólíkar. Já, sannlega, það eru hérna... Við erum með hérna Þistilfjörðinn yfir aðra öxlina og svo náttúrulega Vopnafjörðinn, hérna Selá og Hofsá og yfir hérna. Þannig að þú getur hvergi annars staðar hugsað að vera? Nei, þetta er algjörlega mitt svæði þessar ár, búin að veiða þær allar og þær hafa allar sinn sjarma. Og hérna, náttúrulega vassmagnið hérna sem við höfum. Þetta er allt frekar vassmiklar ár, krefjandi, stóri fiskar. Þannig að það er ekki svona, það er einna helst þegar maður vill fara í sílung sem maður þarf að skreppa eitthvað í burtu. En það er alveg möguleikar hér líka en... Það er nú ekki langt yfir á Mývatni í það til dæmis? Nei, nákvæmlega. Litlána í sjóbyrting og svona. Einmitt. Þannig að já, maður er bara í mjög góða málum hérna. Þetta er dásalegt. Já. Denni, þú ert hérna, eins og var það, gamall hundur í þessu. Er best að vera hérna í Vopnafjörðinum? Já. Engin spurning. Ég er náttúrulega Akureyringur og ólst upp í veiðinni kringum Akureyri. Fór svo sem ekki langt eða mikið í Húnavatnssýsluna en sótt alltaf hingað á þetta svæði í laxveiðina og í silunginn. En ég er búinn að vinna alls staðar. Ég er búinn að gæta í öllum þessum ám og þetta svæði fyrir mig sem veiðimann og sem leiðsögumann einhvern veginn drífur mig áfram og þetta er krefjandi. Það er ekki fiskafjöldin sem dregur mig hingað, heldur er það aðstæðurnar. Það lítið á fólki hérna. Já, maður skjóta inn í þetta er svolítið svona vilt líka. Já, það er rosa lítið að bæjum og þetta er bara eins og þetta hefur alltaf verið. Ró náttúra. Og síðan hérna eins og Stefán segir að það er fiskastærðin. Það er fiskastærðin, landslagið. Engi tilbúinu veiðistæðir? Engi tilbúinu veiðistæðir, ekki til. Og líka það að þetta er krefjandi. Þetta er svona fær mann til að leggja á sig hlutina. Ég sé alveg það að maður kemur ennþá í þetta þó maður sé að vinna og búin að vinna í 20 ár eða meira að það er ekkert gefið í þessu. Þú gengur aldrei út í vakt með það á hreinu, skilur þú sérst að fara að taka kvótana fyrir klukkan 10. Og ég held að það sé svolítið mikið sem dregur mann áfram. Og það í sambandi við veiðina mína sjálfur persónlega að þá þarf ég þú veist þetta erfiða. Ég þarf að erfiða. Ég finnst ég þurfa að hafa fyrir hlutunum og ég fæða á þessu svæði. Þannig að það er málið. Þetta er krefjandi. Segjum að strákar að bara svona burtsi frá okkur opinberri markmiðasetningu verkefnisins og annað. Hvernig sæið þið árangur af þessu starfi sem að þið að vinna hérna í þessum greftri, hjálpa til við að nema ný búsvæði laxins og annað? Hvað væri mælanlegur árangur fyrir ykkur? Er það ákveðin fjöldi laxa upp úr Selá eða ganga? Nei, alls ekki. Fyrir mér er það fullkomin árangur ef við náum að viðhalda því sem hún hefur verið í sem undanfarna áratugi. Hugsanlega bæta aðeins við hana einfaldlega af því að við erum að opna á fleiri búsvæði
en það að vera að fara með hana í einhverjar tölur skiluru, það ekki endilega sko loka niðurstaðan. Það að kannski aðalega bara að reyna að ná að viðhaldinni og ná að haldinni heilbrigðri. Já, laxastofninn verði áfram hérna eftir okkar dag og heilbrigður. Já, það svona fyrir mér það markmiðið allavega. Það alveg ljóst. Sammála því Stebbi? Já, algjörlega sko. Og þetta óbúslega gaman og skemmtilegt að fá að taka þátt í þessari uppbyggingu og ef að mögulega í framtíðinni við sæjum laxa þarna upp frá í þessum ám og maður sér þetta virka, það alveg óbúslega gaman og gefandi. En ég held að almarkmiðið sé bara að þetta sé nokkurn veginn sjálfbært. Við erum kannski að sjá þetta örlítið á leiðinni niður, þá erum við að reyna að gera okkar núna, en vonandi í framtíðinni bara hún sjálfbær og skilar jafnvel góðri veiði, glöðum kúnum. Erum við búin að ná að snerta á öllu strákar sem að ykkur langar að koma að? Eitthvað í lokinn sem að ykkur finnst við að skauta yfir? Nei, ég held þetta sé nokkurn veginn komið. Það að tala endalaust þessa hluti og við erum ekkert þar í pólitíkina. Nei, ætlum við ekki að sleppa því bara. Við erum ekkert þar í fiskistofu eða veiðimálastofnun eða hvað sem þetta heitir alls saman. Nei. Nei, ég held að þetta sé bara góð. Hvað þetta margir fiskar sem þið takið núna í klaggveðinni og sem þið farið með á nýju búsvæði og radiomerkið? 40 radiomerki? Já, svo förum við með í svona 10-15 viðbót í hliðarár sem við merkjum ekki, sem Hvamsá sem við reynda að hjálpa. Og svo þið í Vesturdalsánni, þá það að færa upp fyrir Ólafsgengafoss. Já, inn að vatni sem hún rennur úr. Þar erum við að sleppa fiskum. Og svo erum við að reyna að hjálpa líka miðfjörðar á í Bakkafirði, efrasvæðinu þar. Það voru náttúrulega opnaðir 3 laxastegar og við erum svona að reyna að hjálpa til og flýta fyrir með að færa fiska upp fyrir stega. Færa fiska upp fyrir. Já, og svo var náttúrulega bara einhverju 5 kilometrar eða eitthvað. Hún var tæpið 5 kilometrar og hún lengd helming. Með 3 stigum? Já, með því að opna fyrir þessa fossa. Hvernig fiskinum gengið að finna þessa stiga og notfæra sér? Þetta hann byrjaður að fara. Ok. Hann byrjaður að fara aðeins. En við ætlum að fara með fiska þarna fyrir og sleppa þeim. Gerum það í fyrra líka. Og svo þvera á þarna sem gengur í hana sem heldur ágætis stofni. Mjög frjósum og góð. Mjög frjósum og við erum að fara sem sagt, en hún tiltölulega stutt, hún ekki nema kílómetra löng að fossi. En það fínn stofn í henni og við erum að fara með fiska sem sagt upp fyrir þann foss. Þess að bæta við búsvæði. Raunir veiða bara fyrir neðan fossin, setjum það í kistur, karið, uppbyttir og sleppum við frá hann. Vonaðir getur hringt þar og nýtt þau búsvæði. Það alveg heillangur kafli, alveg frábærum búsvæðum þar fyrir ofan. Frábært. Þannig að þetta kannski ekki rosalega inngrip en vonandi virkar. Já, þetta svona minimælingrip, þeir eru ekki að horfa á auðvöldalausnir í göngusæðsleppingum með svoleiðis? Nei. Það svona frekar sem væri einhvern veginn oft, ef maður hugsar að það væri svo sem einfaldasta leiðin að dæla bara göngusæðum í þetta allt saman. Ef þetta snýrist bara veiðina. Ég held að það sé alveg klárt í okkur að reyna að gera þetta náttúrulega svona sem mikið mögulega hægt er. Og það einhvern veginn, sko ef maður horfir á laxinn, eins og kom fram í hérna samtali mínu Gísli vor, það náttúrulega alls konar spurningar sem vaknaði eitthvað eignarhald útlendinga eða bara einstaklinga almennt á svona stórum hluta landi og eitthvað leið sko, en þó það sé ekki nema bara fyrir það þó að þetta svigrúm veitist til þess að gera þá þessa tilraun eða þetta verkefni að reyna að stinga stoðum undir þessa náttúrulegu laxstofna. Það var hvað sem manni finnst þess að byggðapólitík og annað, það var allan að jákvætt fyrir okkur laxveiðimenn. Já, þetta raunveruleikinn, svo sannarlega, þetta raunveruleikinn, þetta staðreyndin og
það verður ekkert aftur snúið, þannig að það er bara vinna úr því sem við höfum og hérna díla við þær aðstæður sem við höfum. Og við örugglega horfðum jafnvel ekki í augun á horfðist ekki í augu í vandamálinu eða þú veist á þeim tíma sem við þurfum að gera það. Við bara dældum göngu sem í staðinn sko. Já. Það er búið að gera alls ekki stilrunir undanfarna áratugi og við vitum í raun og veru ekki hvað afleiðingar það hafði fyrir laxastofninn. Nei. Við höfum engar áþreifanlegar niðurstöður hvað það gerði fyrir stofnun okkar. Náttúruvalið fer ekki fram í kerinu sko. Nei, það er nokkuð ljóst og hérna og það er búið að fara allavegna með þetta. Já, það er ljóst og hérna, það er allavega jákvætt að við reynum að hafa vísindin með okkur liði eða þið reynum að hafa vísindin með ykkur liði Já. Og með fyrri gjörðir að vegurinn til að helvítis er hellulegra góðum ásetning. Það er eiginlega þannig og að gera þessa hluti skilur að fara að valja í alla þessa hluti og fara ekki fram úr sér hugsa til lengri tíma og vonandi að það sem við erum að gera hafi lítinn skaða vonandi. Það er takk hérlega fyrir að taka á móti okkur hérna og leyfa okkur að fylgjast með okkur hérna í klakkuðinni og sýna okkur verkefnið ykkar hérna. Það er búið að vera dásalegt. Já, virkilega gaman að fá okkur. Bara takk hérlega fyrir að koma í hillin. Glæsilegt, takk. Sömuleiðis. Okkur langar að sjálfsögða að þakka þeim kærlega fyrir sem að keypta á sér aðganga Patreon aðgangi Hilsins en þar er fullt af spennandi efni að detta inn á næstu dögum og vikum. En þeir sem hafa keypt sér velgjörðamanns áskrift eru Hrafn H. Hauksson, Jóhann Freyr, Jón Magnús Guðmundsson þekktur sem Bleikja, Jón Gunnar Þorsteinsson, Jón Þór Tryggvason, Karl Björnsson, Marvin Þrastarsson, Stefán Sölu Pétursson, Tóbías Sveinbjörnsson, Jarlinn að Jarlstöðum í Aðaldal Ármann Kristjánsson, Óskar Örn Óskarsson og svo er einn hérna sem vildi alls ekki láta nafnsins getið með hótarum að drepa okkur báða en hérna takk samt fyrir Halli minn.